Takk fyrir. Heyri alveg mér. Já. Já, ég heiti Erlingur og yfirleitt kallaður Elli og einn af stofnendum Controlant og hef svona lengsta tíma leitt tækni og vöruþróun hjá fyrirtækinu. Og bara mjög ánægður að hafa verið búinn að vera hérna með ykkur í dag vegna þess að gullleggið á sér fastan sess í mínu hjarta eftir að hafa tekið þátt í því fyrir langa löngu. Það var 2009 sem við tókum þátt í gulllegginu og unnum það árið. Og ég myndi segja að þetta hafi hjálpað okkur verulega mikið á þeim tíma. Þetta kom okkur svolítið á kortið og ýtti okkur fyrir framan fjárfesta og þá byrjaði að myndast þá svolítið saga í kringum hugmyndina sem voru með og fleira. Þannig að þetta alveg til mikils að vinna í þessu og líka bara að taka þátt í þessu flotta prógrami sem í gangi hérna hjá Klakk. Þetta var mikið frumkvöðlega starf sem var búið þessi stað þegar Innovit var með þetta alveg í byrjun. En síðan hefur alveg ýmislegt þróast og þetta orðið ekkert smá flott prógram. Og mér skilst að þið séu hópur sem að fara að taka eitthvað fyrstu skref inn í prógrami núna, mögulega senda inn hugmyndir og taka síðan þátt í því sem kemur eftir. Þannig að ég hvet ykkur bara eindregið til þess að kýla á það, allan að skila sér vel fyrir okkur. Ég ætlaði að segja ykkur smá bara mína sögu í gegnum founder story, bara í kringum Controlant. Og ég ætla að skipta þessu upp í 4 fasa, af því að fyrir ykkur sem þekki ekki Controlant þá erum við að bjóða upp á lausnir inn í lyfjageirann, þar sem við erum að hjálpa fyrirtækjum við að tryggja gæði og öryggi í flutning á lyfjum og gefa innsýn inn í hvað í gangi í bara virðiskeðjunni í lyfjageiranum. Og þannig fyrirbyggja tjón og gefa kúnnunum okkar kost á að besta sín ferli og bæta bara almennt dreifingu á lyfjum allan heim. En við komum svolítið á kortið 2020 þegar COVID skall á og Pfizer nálgaðist okkur og bað okkur að hjálpa sér við að tryggja einmitt örugg og skilvirka dreifingu á bóluefnum allan heim. Þannig að við höfum alveg verið til í 13 ár fyrir það, þannig að við vorum ekkert nýtt fyrirtæki að þannig en það voru kannski fáir að pæla okkur fyrir akkurat þá. En við erum búin að fara í gegnum ýmislegt og mér langar aðeins að brjóta það niður og ég ætla ekki að eyða of miklum tíma í söguna beint, ég ætla aðeins að skauta hratt yfir hana en aðeins að segja ykkur frá lærdómnum sem við drógum úr hverju og einu skrefi í því. Þannig að kannski ef við byrjum á bara það sem þetta kalla exploration fasan. Controlant var stofnað árið 2007. Það má segja að við höfum í rauninni byrjað jafnvel ennþá fyrr, bara samhliða námi að leika okkur með ákveðna tækni og byrjum á hugmyndi kringu það að mæla þrýsting í dekkjum á bílum. Það voru alls konar jeppafólk með breytta jeppa og vildi vita hvað var í gangi inn í dekkjum af þeim. Þetta var áður en að þetta var staðbúnaður í bílum eins og þetta í dag. Þannig að hugmyndi var að byrja á þessu og halda svo eitthvað áfram með hugmyndina. Svo kom efnahagshrunið 2008 og enginn vildi eyða neinni krónu í jeppana sína, þannig að það svolítið féll sjálft sig. En við endum með þessa tækni sem var alveg notað í fleira. Og við tók svolítið tímabil þar sem við vorum með tækni, við vorum með þráðlausa skynjara, við vorum með getu til þess að skila gögnum inn á server eða inn í skýið og við fórum aðeins inn í byggingariðnaðinn, orkugeirann, við unnum með aðalum innan háskólans í að rækta þörunga og salat, við vorum út allt eins og þið heyrið. Þannig að við lýsum þessu tímabili svolítið eins og höfum verið með tækni í leita vandamáli til þess að leysa. Og þetta var svolítið eiginlega akkurat öfugt eins og maður ætti að gera þetta og ég veit að þeir eru búin að heyra nokkur erindi í dag þar sem við erum að tala valjúið, vandamálið, einbeita ykkur að því. Og það algjörlega ráðlegging mín til ykkar. Það er alltaf góð að byrja því að við áhuga einhverju tækni, AI eða hverju sem en reyna að koma að staði hvaða vandamáli við leysa og reyna að fara að forma value proposition og getur til þess að lýsa raunverulega valjúni sem kemur út úr vörunni sem þeir eru að þróa. En við höldum þess áfram og síðan 2009, það er svolítið stórt ár hjá okkur þegar við vinnum gullleggið og fyrir sama verkefni í rauninni fáum við rann í styrk eða frá Tækniþróunarsjóði. Það er annað sem gerist þarna, við hittum fyrir tilviljun mann í boði. Það sýnir svolítið hvernig þessar tilviljanir geta gerst og það var einn af starfsmönnum Controlant sem var í einhverju boði og byrjar að spjalla við mann sem
var með mjög mikla reynslu í lyfjageranum. Hafði byggt upp apótekakeðju og selt hana og var þarna búinn að stofna Lyfjaver og Bessi Gíslason. Hann sá þarna tækifæri lausn okkar, sagði að þetta geti verið eitthvað sem myndi fitta inn í lyfjagerann. Hann var með einhverja skápa á Austfjörðum sem hann þurfti að vakta og hann bjó sér til Reykjavík og það svolítið vesen að ferðast þarna á milli til þess að kanna ástandið. Þannig að lausnin fittaði vel við þetta, við aðlögum þetta að svona hans hugmyndum og þetta reyndist bara mjög vel. Hann kom inn þá sem svona engil fjárfestir. Hann kom inn með reynslu og tengsl inn í lyfjagerann og smá fjármagn, en það sem skipti okkur langmestu máli var reynslan hans af geranum og hann gat orðið svona leiðbeinandinn okkar í því að komast áfram með það. Það var annað sem gerist þarna 2009 og inn í 2010 að svínaflensan kom. Og það er eiginlega hálf vandræðalegt hvað það eru svona pivotal points í sögu kontrólan. Það er alltaf verið eitthvað svona eitthvað pandemic, einhver vírus að geisa örina og við berum enga ábyrgð á þessu. Ég hef verið spurður nokkuð svona. En það vildi þannig til að það hafi verið að panta bóluefni fyrir 100 milljóna inn til landsins og það átti að dreifa þessum landsbyggðina, en það var mjög óljóst hvernig ástandi var út á landsbyggðinni. Það kom að því að geyma lyfin og bóluefnin undir svona eðlilegum kringumstæðum. Lyf þurfa að vera geymt á bilinu 2 til 8 gráður í mörgum tilfellum eins og þessi tilteknu bóluefni. En það var óljóst með hvernig nákvæmlega staðan var. Við vorum beðin að móta lausn fyrir þetta, dreifa hann í landið og það sem við lærðum þarna var að lyfjageirinn ekkert, hann getur á sömu stöðum meðan á góðum stað, en það skiptir ekkert voðalega miklu máli ef hann að tryggja gæði lyfjanna, alla keðjuna, en svo geymur þetta við röng skilyrði á áfangastað. Það var svolítið búin að klúra málinu. Þannig að það kom upp úr að ástandið var ekkert gott og kannski menn héldu. Og við lærðum þarna að okkar nálgun að vera með tæki sem getur mælt og skila þessu þráðlaust og sjálfvirkt inn í skýið og vinnarinn úr gögnunum í skýinu til þess að búa til innsýn inn í hvað í gangi, veita aðgang á gögnum og svo bæta ofan á þessu þjónustu. Og það væri rosalega gott svona kombo ef maður slettir. Og þannig að það má alveg segja að við vorum með tæknileita vandamáli, þarna vorum við komið vandamál til þess að leysa og þarna var value proposition og í rauninni strategy okkar að formast. Þarna vorum við tóku ákveðum við ætlum að vera í lyfjageranum, við ætlum að nota þráðlausa lausnir, við ætlum að nota skýið og við ætlum að veita þjónustu. Þetta er stórar ákvarðanir sem við erum að taka og þetta kann að hljóma mjög augljóst í dag að þekki allir wireless-tækni og cloudið, en þarna var lyfjagerin ekki beint á þenn stað. Þau vildu ekki cloudið, þau vildu ekki wireless. Þannig að þetta er svolítið áhugaverðir tímar, komum með svona byltingarkennda lausn inn í þennan gera. En það sem við lærum svolítið út úr af þessu var að, og það sem ég aftur myndi vilja geta sagt við sjálf á mig fyrir 19 ára síðan, það er að ganga ekki svo lengra í það að sækja í reynslu frá öðrum. Þessi eini angel investor sem kom inn hjá okkur, hann hafði gríðarlega mikil áhrif á okkar vegferð og gat lyft okkur svakalega mikið upp, kom okkur í samband við rétta fólki á réttum tíma og bæði á Íslandi og alveg út í Skandinavíu. Og ég myndi segja líka bara, það sem ég vilja gera meira var að heyra í fólki sem hafi farið gegnum sambærilega vegferð. Enginn á stofnunum var með reynslu í að stofna fyrirtæki og í tilfelli mín og Gísla þá vorum við alla með starfsreynslu. Hann hafði verið að flippa borgurum einhvers staðar og ég hef verið að vinna hjá borginni fyrir utan stuðstopp hjá einu sprotafyrirtæki. Þannig að það var þannig að ég myndi hvetja ykkur líka, heyrið í fólki ef þið hafa áhuga að spjalla með eitthvað. Fólk yfirleitt til í að miðla reynslu og þekkingu. Þið sjáu líka bara á mentoraprógramminu sem í gangi á KLAK, sem annað frábært dæmi sem í gangi á KLAK. Þetta er allt í sjálfboðinu og það vilja allir glaðir gera þetta. Þannig að hvetja ykkur til þess, ekki hika við það. Dýnamíkin í founderahópnum skiptir gríðarlega miklu máli og þarna á ég svolítið við og svo sem var að kynna undan og talaði mikið kultúr og gildi og annað. Og þetta byrjar svolítið hjá founderunum, bara ótrúlega sterklega hjá founderunum. Og það sem er þarna við er svolítið, það verður að vera traust í hópnum. Það munu koma upp núansar, það munu koma upp álitamál sem þarf að ræða og ef þið treystið ykkur ekki til að taka alveg samtöl við meðstofnendur ykkar, þá er það recipe for disaster. Þannig að eins líka bara með commitment, ég er allir tilbúinir að koma inn í þetta með sama krafti, ef ekki þá er allt í lagi bara að ræða það og finna út úr hlutunum. En það er rosalega gott að byrja samtalið snemma og finna út úr þessari dýnamík. Fókus á valjúð, ég er búinn að kofera það.
og þetta á alveg við bara í gegnum alla vegferðina. Þetta ekki eitthvað sem ég gerir bara í byrjun og gleymi svo. Þetta alveg eilíf vegferð að gera það. Í mínu tilfelli þá skiptir máli svona frugality, að ég var búinn að vera í háskólanum að borða núðlusúpur, gerði svo frumkvöðl, hélt áfram að borða núðlusúpur. Ef ég hefði verið komið með einhverjar stóra fjárhagslegar skuldbindingar þá hefði þetta kannski verið aðeins meira trikki, af því við sem sagt bootströpuðum í fyrstu 2-3 árin. Það er í rauninni ekki fyrir við fengum inn þennan angel investor sem að fengum inn einhvers konar fjármagn og svo Rannís. Þannig að, já. Svo næsti fasi, það er það sem ég kalla conviction fasan, það sem við þurftum að sýna svolítið staðfestu, af því að ég sjá að þetta spannar næstu 10 ár og þetta er í rauninni þannig að við erum búin að átta okkur á því að það er gríðalegt value sem við getum fengið út úr lausninni og þessari nálgun. En Geiri var bara engan veginn tilbúinn og það var þrotlaust sölustarf og markastarf og langur tími sem leið þangað til að þetta fór að shiftast. En það sem hjálpaði okkur var að við náðum svona ákveðnum proof pointum á þetta value proposition sem við höfum og að varan væri að skila sér í virði fyrir kúnnan og það myndi á endanum skila sér í einhverju vexti hjá okkur. Við komumst þannig til Skandinavíu, sambærilegu leyti fáum við frumtaka eins og fjárfesti sem er búin að reynast okkur alveg gríðarlega vel. Komumst til Bretlands, Bandaríkjanna og þetta eru nokkur ár og þetta er alveg stórt, Skandinavía, Bretland, Bandaríkin, en skölinu var ekkert sérstaklega mikil innan þessara svæða. Þetta voru svona tóku svona skrefið en svo kannski gerist ekkert endilega gríðarlega mikið þarna strax allavega. Og í Bandaríkjunum sem dæmi þá náðum við inn Chipotle sem er eitt af svona stærri skyndabitakeðjunum í heiminum. Það var frábært að vera komið með Fortune 500 fyrirtæki í viðskipti en það var ekkert rosalegt momentum en þetta var samt nógu mikið til þess að halda okkur on track. Við höfum svo mikla bullandi trú á þessu sem við höfum komið stað þarna í svínaflensunni og því og að fá þessa proof pointa skilaði sér í því að við héldum áfram og við gátum samfall líka fjárfestanum að bakka okkur upp í gegnum þetta og fyrst erum við að tala um líka fjárfesta á stuðning þar og líka bara fjölskyldu og vin og aðra sko. Það þurfti alveg gríðarlega mikla þolinmæði að fara í gegnum þetta. En það sem gerist síðan 16-17 að við ákveðum að breyta business modelin okkar og fókusera á lyfjagerð. Við erum ekki í matvælagerðinni með neinu öðru og það er kannski eitt learning líka þarna að oft er hort svo mikið á vöruna sem staðinn sem á innoverar en það á ekki síður við business modelið. Bara hvernig er þetta að rukka, hvernig er þetta að koma í rauninni þjónustunni til viðskiptavinina. Þannig að það má ekki glemma því og það er líka svið sem að þarf að vera stanslaust að ídra og prófa sér áfram með og í rauninni innvera. Svo gerist að við fáum minn fyrsta stóra lyfjakúnnan, 2017-18, Allegan, og svo í rauninni gerist það 2019 að það sem við spáðum fyrir að myndi gerast 2010 að það gerist. Við heldum að myndi taka svona 2-3 ár en á endanum tók það 9-10 ár. En það var alveg mjög stórt moment fyrir okkur og kannski lærdómurinn sem að ég dró út af þessu, það er og bara sem að ég líka hef verið að miðla til annarra sem eru á þessum stað í vegferðinni, það er að vera mjög aktív í að leita að þessum prúfpointum. Þeir koma allir í gegnum sölur, ef þið seljið þá er það ákveðin vísbending það að þið séu með eitthvað sem býtir value, en það kemur líka bara í kringum samtöl við viðskiptavini, Geiran og aðra sem eru á sambærilegri vegferð. Þið verðið að vera ótrúlega góðir í að segja sögur. Þið eru alltaf að segja sögur til fjárfesta, til kúnna, til starfsmanna. Þið eru alltaf að selja fólki að halda áfram á vegferðinni með ykkur, viðskiptavinum að ætta að kaupa vörun ykkar og þjónustu og fjárfestum að koma inn í vegferðina með fjármagn. Og hvernig verður maður góður að segja sögur? Maður segir það aftur og maður móta það eftir þessum prúfpointum og því sem maður er að læra á vegferðinni. Skiptir rosalega miklu máli að vera með supportive svona fjárfesta sem eru þolinmóðir eins og í okkar tilfelli. Það hefur verið svo auðvelt að segja, já, þetta er búið að taka svolítið langan tíma, en það var alltaf eitthvað sem þau sá og eitthvað sem þau höfðu trú á alveg nákvæmlega svo við. Halda fókus, það er mjög tempting að stökkva á alla mögulega tekjumöguleika og maður skilur það mjög vel þegar hart er í ári og það þarf að fá inn tekjur sem borga laun og annað. En maður þarf líka átt að segja að það er fórnarkostur á bak við það og í einhverjum tilfellum að þá er bara einfaldlega gott að taka svo kallað pivot og það er að
þegar þú áttar á því og þú ert með góða hugmynd öðrum megin en svo opnast eitthvað nýtt tækifæri hinum megin. Þú getur ákveðið að gera bæði en í mjög mörgum tilfellum gott að taka ákvörðun. Kannski bara gott að hætta að gera það sem þú varst að gera áður og byrja að gera þetta nýja. Eða bara hætta að pæla í þessu nýja og halda áfram með það sem gamla, hvað sem er. Fókus skiptir bara svo gríðarlega miklu máli, sérstaklega þegar teymið er lítið og annað. Og í rauninni líka þegar teymið fer að vaxa. Og ég reikna með að sumir eitthvað þekki Slack forritið. Ég nota það dæmi ofta stofnandi Slack, hann reyndi 2 ára búið til tölvuleik. Í fyrra skipti þá endaði í myndadeilingaforritinu Flickr og í seinna skipti endaði í Slack. Og það svona dæmi eitthvað sem reynir að gera eitthvað en heyrðu, pivotum, gerum eitthvað annað. Þannig að þið eru alls ekkert að horfa á það að þið hætti með upphaflegu hugmyndina. Það bara í mjög mörgum tilfellum bara jákvætt að geta hafa þorið í að taka þannig ákvörðun. Heyrðu, svo kemur þetta scale-up-fasinn, þar sem við dettum inn í samstarfi við Pfizer og það er svolítið áhugavert að segja frá því við vorum byrjuð að vinna með Pfizer áður. Við vorum í rauninni komið með samning við Pfizer það að innleiða þetta í hefðbundnu dreifikerfinu þeirra þegar þeir nálgast okkur með þetta. Og þetta var bara tímabil, spennandi tímabil en eins og öll tímabil í líftíma sprotafyrirtækis þá eru fullt af áskorunum en áhugaverð og spennandi á sama tíma. Og mikið af fólki ráðið inn til þess að leysa eiginlega bara ómöguleg verkefni en það einhvern veginn gekk allt saman upp. Og kannski learningi sem þetta draga út í því að það er gríðarlega erfitt að halda fólki aligned. Og það getur alveg verið erfitt bara með þessi smáum fyrirtækjum. Og þannig að mín svona nálgun á þessu frekar að overdo it, over-invest in alignment. Sérstaklega þegar skala hratt upp að þá þarf eiginlega að gera það bara verulega vel og mikið. Og til þess að gera það þá þarf náttúrulega til dæmis að aligna á kúltúr og gildi og annað. Það þarf að aligna á strategíuna, það þarf að fara oft yfir hana, það þarf líka að túlka hann inn í þessi mismunandi mengi sem innan fyrirtækjana. Fólk horfir á strategíuna með mismunandi sjónarhorn eftir hvaða hlutverki það gegnir innan fyrirtækisins og fleira. Svo það eitt stór punktur að það er ekki öll skuld slæm. Það er fólk sem að kaupa sér hús og tekur lán fyrir því. Það er ekkert slæmt við það ef þú getur ráðið við afborganirnar. Og sama á við fyrirtækjauppbyggingu og tækniskuld er eitthvað sem þið kannski kannist við en líka svona organizational debt. Það sem það er verið að skala upp á þess að huga ferlunum og kúltúrnum og öðru. Það verður til skuld við þetta og maður það bara hafði í huga að það kemur á skuldadögum einhvern tímann og þá þarf maður svolítið að greiða því og vinna svo því. Og þessu tímabili þá þurftum við svolítið að vaða áfram án þess að hafa beinlínis undirstöðurnar til þess að ráða vel við það. En kannski þriði punkturinn er að svona motivation is a force multiplier. Það sem ég á við þarna er að ef þú gefur fólki mjög skýra sýn og mjög skýrt outcome sem þú vilt sjá og þú gefur stuðning og skýrt mandate í að leysa málin og komast í áttina þessu outcomi að þá er alveg ótrúlega hluti sem gerast. Og þarna var náttúrulega bara ótrúlega skýrt markmið, það var bara að taka þátt í að berga heiminum og það er svona fátt sem að einhvern veginn mótiverar fólk meira heldur en það. Og þannig að við gátum sett flókið vandamál í hendurnar á kláru fólki og treysti fyrir því að það er leyst og það bara gerist. Auðvitað þurftum við að fara hratt, við vorum ekki endilega með eins og ég segi, organization struktúrin alveg að hreina þetta í byrjun og sömuleiðis kerfisarkitektúrin og fleira, þannig að það voru hlutir sem við þurftum að finna út úr þegar leið á. En það er alveg ótrúlega og það sem maður hefur líka lært af þessu er að maður þarf að finna leiðina til þess að ná þessu force multiplier sem motivation sem getur verið og það gerist með margvíslegum hætti. En það á allt, eða yfirleitt tengist að því að vera með skýra sýn, skýra stefnu, góðan kúltúr og treysta fólki til þess að taka málun áfram. Síðan er þarna slow is smooth fast. Veit einhver hvað þetta kemur? Hvað svo, golf? Sorry, golf? Já, golf, já. Heyrðu, þetta er notað þar. Ég held að upprennilega komið frá Navy Seals. En svo er þetta búið að vera nýtt hérna á mörgum stöðum og það er svona arguably eitt svona mest effective organization í heiminum, segja þeir, veit það, stoltir af sínum mönnum þetta. En
þetta þýðir eiginlega bara það að stundum vill maður fara svo hratt að maður fer á endanum hægt. Það bara nákvæmlega eins og í golfinu. Þú veist, besta ráðlegging sem ég fengi það að hætta að reyna að drífa svona langt, hætta að reyna að fara svona, þú veist, að slá 10 metrur lengra og byrja bara að spila skynsamlega. Þá endanum ferðu hraðar. Og ég held að það sé eitthvað sem að ég hef allan að reynda að tileinka mér að það er yfirleitt betra að anda aðeins með nefinu og ná að læmenta á hvert við erum að fara og við förum að hlaupa á okkar, sko. Síðan kemur annað tímabil eftir þessa miklu skölun að þá förum við gegnum í rauninni svona bara það sem kemur á móti skölun að við þurfum að fara svolítið niður á við í starfsmannafjölda og fleira og það hefur verið bara, já, svona eitt af erfiðari tímabilum sem að maður hefur upplifað í sínu lífi og bara ferli kontróla og þurft að segja bless við ekki bara hæfileikaríkt fólk heldur bara frábærar manneskjur og góða vini. En það skrítið samt að segja frá því sama tíma að þetta hefur verið líka tímabil sem hefur á margan hátt verið mjög gefandi. Maður er með öflugt fólk og sem sagt góða svona teymisdýnamík að þá eru svona ákveðin hluti sem geta styrst í gegnum svona ferli. Og það hefur allavega verið mín upplifun í að ná að svona recalibrera og stabilisera margt hjá kontrólant að það hefur á margan hátt styrt hópinn og fært hann svona þetta saman. Það hefur líka sett okkur á stað að við svona þurft að horfa á svolítið svona hvað er það, hver er kjarninn í okkar starfi, hvað er það sem við erum góð í, sem aðskilur okkur frá samkeppninni. Þegar það er meðbyr þá er svo auðvelt að ætla að gera allt og ráðast á einhvern veginn og bæta bara öllum heimsins fítu sem við lausnina. En það myndi ég segja oftar en ekki, já, og nú er ég búinn að læra kannski betur reynslu líka, að það er betur að bara halda fókus á það sem maður er góður í og byggja síðan ofan á það og taka þá slói smúð fast nálgunina, að gera það í yfirlögðu ráði. Þannig að það sem maður dregur kannski út úr þessu er já, kannski í gegnum þetta ferli þá HM3, ég veit ekki hvort það hefur hlustað á Tvíhöfða, þeir voru alltaf með svona sketsa sem að S3 og svo koma með eitthvað svona random bull eitthvað. Þannig að ég hef oft horft á að sérstaklega gegnum svona tímabil þar sem að það gengur ekki vel, fólk óskar eftir skýrleika, stöðuleika og annað, að þá þýðir að mínum að þetta ekkert annað en að vera bara eins og honest og getur verið. Fólk er með mjög góða bullshit detektora, það skynjar alveg ekki að segja alla söguna, að segja bara hlutina eins og eru og sýndu smá auðmýkt og hógværð. Það engin með öll svörin, maður gera allir mistök og að þetta svo mikið lykilatriði að byggja upp traust og þegar traustið rúið eftir mikla uppsveiflu og svo niðursveiflu og svona stabilizing tímabil þá skiptir það bara öllu máli að hafa hóp af fólki sem að treystir hvort öðru og þeir sem að leiða fyrirtæki. Og ég myndi segja að þetta á ekki bara við svona recalibration tímabil, þetta á bara við allan að mínum þetta. Það eru margar leiðir til þess að vera leiðtogi og alls konar hugmyndafræði til í því en þetta er eitthvað sem ég hef allan að halla mér upp að og hefur gert bara í meira og meira mæli síðust ár. Já, customer concentration, augljóst Pfizer var stór partur okkar tekjupósti og þegar það fer niður og þá fer náttúrulega stór tekjubasi í burtu og það var náttúrulega vitað en það svona eitthvað sem það er meira value í raun að hafa 2 kúnna með 50-50 tekjum heldur en 1 sem getur síðan farið. Þannig að það er eitthvað til að hafa í huga. Og svo ofta hægt að gera meira með minnu. Já, og það sem ég á við þarna er að með skýrum fókus, með skýri strategíu, það sem er mjög mikið alignment á milli allra, við erum öll að labba í sömu átt, að þá er hægt að ná alveg ótrúlegum árangri jafnvel þó að teymið sé minna heldur en var áður. Það er oft bara betra að taka slóið smúðis fast, gera þetta í réttri röð og endanum þá nærðu jafnvel að fara bara hraðar heldur en áður. En síðan er svo kannski punktur sem ég er búinn að nefna að reyna að komast hjá því að dilúta core value propositioni. Það sem ég á við þarna er að eins og það sem ég lýsti áður, safna gögnum í rauntíma, veita góða þjónustu, safnaði miðlægt, koma í veg fyrir sóun með því að veita aðgang á gögnum og allt þetta. Þetta er svolítið svona kjarninn í því sem við höfum verið að gera inn í lyfjageiranum, að reyna að vera svolítið trúr
core value-unum sem þú ert að koma með. Það svo auðvelt að ætla að gera allt, en það eru yfirleitt fyrirtæki sem ná rosalega góðum fókus á hluti sem að þau eru sterk í og aðgrunna frá samkeppninni sem að ná mestum árangri. Þannig að það svona allavega, já, ein af mínum möntrum núna, það bara svona hvernig getum við haldið meiri fókus á kjarnan í rauninni. En já, þetta svona farið á hundavaði yfir þetta. Ég vildi líka gefa tíma í spurningar í lokin, en ég vil bara gefa ykkur öllum kútos fyrir að halda athygli. Ég sé einhver að kinka kolli og svona og það föstudagur og það eftirmiddagur og það handboltaleikur við Dani á eftir, mikilvægasti leikur í 10 ár, þannig að mér finnst bara merkilegt að sé einhver hérna. Þannig að bara takk fyrir það. Já, eru einhverjar spurningar já. Halló, ok. Mér langar eiginlega að spyrja, ég veit ekki kannski það of persónulegt eða eitthvað svona feimnismál stundum, en þannig að kannski frekar heldur en krónutölu, þá langar að spyrja hvernig þér fannst þú standa launalega milli svona 2009 og 2019? Þú veist, bara svona, þú veist, hvort þú varst að gera þetta af hugsjón eða hvort að þú varst ánægður með peningana sem að þú varst að fá í þinni stöðu á þessum tíma? Maður var ekki að gera þetta fyrir launatjekkan, sko, ég get alveg sagt ykkur það. Þegar ég labbaði út úr, að við erum nú á háskólasvæðinu, ég veit hvort ég þekki hérna Vaffer 2 og Vaffer 3. Ég man eftir að útskrifast úr verkfræðinni og það var basically fyrsti dagur kontrólant. Það var hérna í maí 2007. Þá labbaði við Vaffer 2 úr útskrifta seremoníunni og yfir í Vaffer 3 og það með var það fyrsti formlegi vinnudagurinn minn. Og bankarnir voru alveg ennþá þarna bara eitthvað að sópa fólki inn og það var alveg, ég man alveg voru sumir sem fannst maður að vera eitthvað bilaður að vera að taka svona mikið risk og var kannski ekki að ná, þú veist, tekjurnar voru bara mjög svona mikil óvissa og okkur við gengið þokkalega að greiða laun, þú veist, ekki tíðina alveg síðan þá, en ég get ekki sagt að launatekjurinn hafi verið há, sko. Og þarna var maður komið með commitment, maður var með eins árs barn og búin að kaupa sér bíl og litla íbúð og eitthvað svona, sko, þannig að þetta var alveg risk. Þannig að það er eitthvað allt annað sem þarf að drífa mann áfram heldur en það, sko, heldur en stöðuleiki og launatekinn. En auðvitað maður að horfa á það breytir síðan going forward og maður fái uppskýr af erfiðinu á endanum. Og því miður það ekki alltaf raunin, það meira svo oftast þannig en ekki að fyrirtæki kannski ná ekki að komast í gegnum þetta exploratory fasan og það sem kemur á eftir. En það líka bara ótrúlega margt sem kemur út úr því ferli annað en bara enda átkomi sem geti verið einhvers konar lampsam greiðsla við sölu á einhverju hlutabréfi, sko. Þú veist, það bara ævintýrið, þú veist, það reynslan, networki sem byggist upp og allt það. Þetta náttúrulega bara alveg, ef þið eru fyrir þetta, þá þetta geðveikt. En þetta ekki alla, það alveg óhætt að segja það. Já, bara bein spurning hérna í beinu framhald að þessari og það eiginlega spurningum gagnvart fjárfestum. Hvernig á maður að skammta sjálfum sér laun í svona frumkvöðla fasa og þú veist, hvað þarf að lifa? Maður ekki að taka út arð eða eignir, en sem sagt, og fjárfestar þeir hljóta nú að vera vanir þessu. En það svolítið erfitt að segja, sko, í viðskiptaáætlun ég þarf að hafa þessi laun. Akkurat. Já, þetta góð spurning og sennilega eru fjárfestar eftir líka bara á hvað stigið þeir eru að vinna, sko. Það svolítið munur að horfa kannski á einhvern stóran VC-sjóð versus einhvern svona seed investor í þessu. Þannig að, já, ég held svona allavega svona early on að þá heldur sér gert ráð fyrir að maður sé nú ekki beint endilega með markaðslaun, sko, eða þannig. En það fyrir alltaf bara allt eftir líka, þú veist, hvernig gengur að ná í tekjur og annað. Þetta þarf alveg svolítið að fara saman. Og að runway sé bara til staðar til þess að ná í rauninni eins og ég tala áðan, næsta proof-pointi og þeir hjálpaði síðan í að mögulega landa annarri fjármagnu sem getur fleyttir áfram og slíkt, sko. En það er ekkert einhver eitt rétt svar við þessari spurningu, en ég myndi svona almennt segja að early on að þá skal þetta ekki gera ráð fyrir að budgetera háu launum fyrir þig. En svo breytist það eftir sem að leiðin heldur áfram, sko.
Takk hérlega fyrir, mjög áhugavert. Ég var að pæla sko, hvort það var einhvern hugmyndi á ykkur að læsensa eða selja patent, skilur, læsensa aðferðina sjálfa, staðan fyrir að fara í framleiðslu og selja vöruna og þjónustuna, skilur, að fara bara, læsensa eða selja patentið sjálft og fara þá yfir í eitthvað annað. Já, sko við erum með alveg öfluga einkaleyfis strategíu og hún fylgir ekki sér endilega við sem að læsensera sko tæknina, en hins vegar leiðin sem við höfum ákveðið að fara og það er kannski það sem ég talaði hérna að fara svona back to basics og í kjarnan. Við vorum svolítið komin inn á það að smíða rosalega mikið af lausnum ofan á þennan kjarna hjá okkur. Við erum eiginlega komin svolítið tilbaka og erum farin að fókusera á tækin og plattformin. Þannig að við erum komið svona APIs first nálgun. Þannig að við erum að vonast til að þessi flestir byggi lausnir ofan á okkar plattform. Þannig að það er ekki beint licensing, en við erum samt svolítið að opna það að einhverju sem að við bara fyrir nokkrum mánuðum við töldum vera samkeppnisaðila, þeir eru alltaf í núna orðnir mögulegir partnerar. Af því við erum bara ótrúlega góð í því að safna gögnunum, gera sjálf virt, enricha gögnin og fyrirbyggja svona sóun. En síðan er alls konar application, analytical tool, AI tool og fleira sem hættir að byggja á hana sem aðri geta hafa gert. Þannig að, já. Yes. Sæll. Var einhver tíman á öllu þessu ferli þar sem að þú hugsaðir, jæja, eigum við ekki bara pakka saman? Er þetta ekki bara komið gott? Eitthvað svona sem að þú fórst einhverja efasemdir á leiðinni að þetta myndi ganga upp? Ég held að ég get ekki sagt að ég hafi komist alveg þangað, en þegar þetta 9 ára tímabil kom þarna, þar sem að við vorum svo vissum að væri með akkurat lausnina sem að gera þyrfti, en svo bara þérst alltaf tilbaka, já, nei, hvað er þetta ský og hvað er það? Eða þú veist, við vorum í alveg þar, þetta var áður en að bara það leitið sem Facebook er að vera til og fólk er svona rétt að taka fyrstu skref sín í að nýta svona cloud-lausnir og heimabankin ekki komið inn og annað, þú veist, bara allt annar heimur í dag. Og þá kom alveg svona tímapunktur, ok, núna þurfum við að fara að sjá hvað gerast, en þá einhvern veginn alltaf gerist eitthvað. Þá komumst við þetta inn í Skandinavíu, svo komumst við inn í Bretland og svo fengum við þarna Chipotle og annað. Og þess vegna vil ég svona emphasisa það skipt svo miklu máli að fá þessa prúfpointi til þess að halda maður í gangandi, sko. Þegar maður þarf alveg að sjá það, maður þarf alveg að sjá að það sé progress. En við höfum náttúrulega líka óbilandi trú á því að þessi nálgun myndi skila sér í bara algjörum kúvendingu á því hvernig lyfjagerinn virkar. Og það gerist þannig 2019. Þannig að það er kannski þetta tvennt sem er svolítið togað í mann, það er okkar óbilandi trú á því að þetta myndi gerast og svo þessi prúfpointar að það væri actually eitthvað að gerast til þess að ýta manni þá átt. En já, þannig að það er svona, held ég, þau skipti sem á kannski næsti að hugsa bara, ok, á þetta eftir að verða einhverju eða ekki. En já, bara gott að við þraukuðum í gegnum þetta. Algjörlega. Sem sagt, út af því að þú ræddir þarna scale-upið og síðan þarf að segja upp fólki og það kom náttúrulega í fréttunum að þið sögðu upp frekar mörgu fólki. Hvernig líður manni þegar maður þarf að segja upp, út af því ég googlaði núna og það stóð að minnst, 150 starfsmenn. Þú veist, ég fæ sko bara what the fuck, afsakið. Þannig að ég bara, hvernig líður þér þegar þú ert að segja upp svona mörgum undan því að þú veist, fólk treystir á fyrirtæki og síðan allt í einu bara bless? Það er bara ótrúlega erfitt. Það er bara ekkert hægt að lýsa þessu eitthvað öðru seldur en það. Og það er náttúrulega líka eins og fyrir ykkur sem er að taka fyrstu skref í áttina þessu, að það er rosalega oft sem fyrirtæki fara af stað, en svo í rauninni verður endilega ekki það úr fyrirtækinu sem að frumkvöðlarnir held að gæti orðið. Og ég veit svo mikið alveg hvernig statistíkin er, en það er bara kannski 1 af hverjum 10 sem verður að einhverju stóru, eða sem eftir að segja að það kom eitthvað jákvæmt út úr í, kannski 1-2 viðbótar sem að verða einhverju sem að kemur út á pari, en restin er eitthvað sem að kannski verður ekki neitt að. Og á þessum tíma þá fyrir þau fyrirtæki sem þurfa alltaf að bara loka á annað, ég meina þá er þetta bara ótrúlega erfið partur af því. Í okkar tilfelli þá sköluðumst við mjög hratt upp
og ákallið var líka mjög sterkt frá bara í rauninni heimsbyggðinni. Þetta var hálf bara galið allt saman, allir þessi prósess sem við fórum í gegnum. Og við urðum að ráða bara rosalega mikið hæfileikaríku fólki til þess að komast í gegnum þetta. En við vorum líka með þá trú á að hlutinni myndu kannski þróast aðeins öðruvísi í kjölfarið. En það gerði það ekki alveg og þess vegna þurftu í rauninni að tjúna fyrirtæki til og sem leiðir á sig þetta. Og það bara reynir verulega mikið á fólki sem auðvitað lendir í þessu, að missa sína atvinnu og annað og svo líka fólki sem eftir. Ég meina það voru endalastu verkefni sem fólki sem var eftir þurfti að halda á floti og annað og að segja bless við vini sína og góða kollega. Þannig að þetta er bara alltaf þetta lýsa í, þetta er bara ógeðslega erfitt, ógeðslega leiðilegt. Þetta er bara lífið. Hvað segirðu? Þetta er bara lífið. Já, þetta er svolítið þannig og sérstaklega fyrir það sem að fara inn á þessa braut að þetta er bara stundum töff, það er hlut að segja það. En það er góð að vita, við fengum svo mikið rosalega góðu fólki og maður sér þetta fólk vera farið á ótrúlega flotta staði. Mér skilst það bara stór hluti, ég veit ekki hvað sé einhvern veginn frá Plæjó sem dæmi, mér skilst það sé alveg 1/3, jafnvel helmingurinn af starfsmönnum þar er fólk með compliance reynslu frá Controllant komið til að byggja vöru fyrir Plæjó, bara sem dæmi. Og svo félagi mínir Jens og Trausti. Jens er framkvæmdastjóri Frumunar, líftæknisetturs fyrir ekki fyrir sprotafyrirtæki, líftækni innanum, já. Og Trausti í einhverju pælingu líka, þetta er bara einhvern veginn, maður sér kontrónfólk út allt að miðla þá sinni reynslu sem er frekar uník inn á önnur svið. Maður er rosalega þakkláttur líka að geta einhvern veginn upplifa, Úr því að það þurfti að fara út í svona leiðilega hluti. Þá er alveg ótrúlegt hvað getur í rauninni spunnist út úr því. Ja, þetta er góð spurning og þörf að spyrja það. Ég meina, þetta er alveg tricky mál. Yes, einhverja fleiri? Einhverju farnir að geispa, farnir að hugsa til handboltans. Já, mér sýnist allir vera bara, já, farnir inn. Hvernig? Sorry, ég fór að heyra svo illa. Hvernig myndið þú cold calla? Cold calla? Hringja í fyrirtæki til að kynna lausnina hérna. Já, ertu að meina hvað myndi ég segja við viðkomandi eða hvernig myndi ég finna út í hvernig þetta ringja? Já, hvernig myndir þú finna út hvað þú myndir segja við fyrirtækið til að kynna lausnina hérna? Eins og þú ert að tala við Pfizer sem var bara að hringja við fyrst getið, hvað myndir þú segja? Já. Hvernig myndir þú höndla það, já? Já, þetta er mjög góð spurning. Ég tók nú virkan þátt í sölustarfinu í Den og var akkurat í þessu, bara early on. En ég myndi reyna að láta snúast value propositionið. Ég myndi vilja, áður en ég myndi heyra í viðkomandi, þá myndi ég skilja hvaða stakeholder innan fyrirtækisins sjá sér hagið í að nýta lausnina, hvað virði geta fengið út úr lausninni. Og í okkar tilfelli þá það má segja þessi nokkuð value proposition. Það er svona quality and compliance, það er logistics að bæta það og svo það hreinlega bara vöruhúsastarfsmaðurinn á plani sem að skanna inn í vörur og tæki og fleira. Og ég er ekki að koma með pitchið, en svona hvernig ég myndi nálgast því, ég myndi reyna að skilja algjörlega sjónarhorn aðalega sem ég er að hringja í og reyna að átta mig á því hvaða painpunta viðkomandi er að díla við og reyna að útskýra sem með bestum hætti hvernig lausnin geti í rauninni hjálpa þeim við að leysa þá punkta. Segja góða sögu og helst geta vísa í gögn og aðra sigra hjá sambærilegum kúnnum. Þannig að það er svona, já, aftur, value proposition, storytelling, proof points, þetta einhvern veginn hangir allt saman. Voruð þið með á þessum tíma svona pipelines, voruð þið með á þessum tíma sales pipelines og sales funnel með svona skýrt afmörkuðum skrefum til þess að nálgast stóra kúnna eins og Pfizer og fleira? Var þetta, þú veist, hann er að tala um cold call, eða var þetta ferli sem að tók?
lengri tíma? Í okkar tilfelli þá alltaf tökum við ákvörðum að fókusera á Big Pharma, stóru lyfjafyrirtækin, og vorum með sérstaklega fókus á top 20 fyrirtækin, þannig að þetta ekki mörg fyrirtæki, en það að navigera fyrirtæki, organisationið og stakeholderuna og hvernig það allt saman tengist innan oss, það var svolítið verkefnið. Og svo var það bara að mæta okkur einustu ráðstefnu sem við gætum kannski mögulega hitt einhvern af þessum aðilum, reyna að vera ógeðslega skemmtileg á básnum okkar. Ég meina, fyrst kom enginn á básun okkar en svo bara allt í einu voru allir farnir að koma okkar því við vorum með skemmtilegt sölufólk sem að náði til þeirra. Þannig að þetta rosalega mikið líka bara svona að networka og ná til fólks á personal leveli. Það alveg magnað sko. Sérstaklega í svona enterprise sales eins og við erum að fara inn í. Því þetta ekki fyrirtæki sem bara stærstu lyfjafyrirtæki í heiminum, heldur þetta meðal stærstu fyrirtæki í heiminum. Bara ef þú tækir topp 5 lyfjafyrirtæki þá telur örugglega fleiri heldur en allt Ísland sko. Þetta bara alveg ótrúlega stærð sko. Þannig að þetta svolítið, svolítið öðruvísi í okkur heldur en að taka upp símann og gera cold call, en það samt sko sambarlegan hátt að þá snýst þetta að hitta á aðilar sem þurfa að fá að heyra value propositionið og fá að skilja hvað value getur fengist út úr vörunni. Má ég spila annar beinu framhaldi? Hvað hefur við langar tíma? Já, það bara, þetta í leik. Já, það bara í beinu framhaldi af því að nálgast sko stærstu fyrirtæki heimi alveg yfir þyrmandi stórt og flókið og gerðu þið ykkur grein fyrir því í byrjun eða var þetta svona kannski íslenska þetta reddast vissuðu nákvæmlega hvernig að komast upp þennan píramída í svona corporate píramída eða reddaðist þetta? Ég held í mörgum tilfellum þá hefur verið heppið með bara tengslin sem mynduðust í á bara ráðstöfnum og öðru. Svo líka alveg svona áhugaverð saga sko, við unnum mikið með Actavis sem var alltaf keypt af erlendu lyfjafyrirtæki og svo var það keypt aftur af öðru lyfjafyrirtæki og það mynduðist alls konar tengsl líka í gegnum það. Þannig að litla Ísland, það alls konar tengsl að geta myndast út frá því. Það má ekki vanmeta það. Og fyrstu skrefin sem við tókum út til Skandinavíu voru í gegnum tengsl hingað til Íslands. Þannig að það alveg, og aftur skiptir svo miklu máli að vera með, finna angel investor eða einhvern aðila sem getur hjálpað til við að búa til þessar tengingar sko. Það alveg gríðarlegt value í networkinu. Þannig að, frábæra spurningar og gaman að vera með ykkur í dag og ég vona bara sem flesta ykkur sé að fara að henda inn hugmynd. Þetta ógeðslega skemmtilegt og gefandi. Ég veit að það eru áskoranir líka þarna inni en það líka það sem gerir þetta skemmtilegt að mörgu leyti. Þannig að ég vil bara þakka kærlega fyrir mig og bara gangi ykkur vel.